Ferðin til Betlehem. Svo við erum alveg að koma á jólum, sem hápunktur fyrir svo marga kristna einstaklinga allan heim. Við höfum farið í gegnum þessi síðustu 2 ár, þar sem COVID hefur haft veruleg áhrif á líf flestra jarðarbúa á einn eða annan hátt. Sumir hafa mist ástvini, aðrir hafa jafnvel ekki séð ástvini langan tíma vegna ferðatakmarkana eða annarra kvaða. Margir hafa mist atvinnu sína og gengið í gegnum erfiðleika á þessu ári. Já, það má segja að þetta ár hafi verið ár áskorana, margs konar missis, hindrana og vonbrigða fyrir svo marga. Svo margir hlutir sem við höfum tekið sem sjálfsagðan hlut í fortíðinni má segja að ekki lengur hægt að ganga að vísu. Enn eru uppi teikn á lofti erfiðleika framundan og margt enn óljóst hvernig heimsmálin þróast. Eitt víst að kristnir einstaklingar sem trúa Biblíunni, sem setja traust sitt á ritningu Guðs, sola scriptura eins og Martin Luther barðist fyrir, að þeir einstaklingar lesa og sjá að Jesús hafði sagt fyrir endalok heimsins og hvernig þau yrðu í stórum dráttum. Jesús sagði fyrir þessa hluti því hann vildi að sitt fólk myndi vera undirbúið undir tíma erfiðleika og áskorana. En hvaða hlutverki gegna jólin í lífi kristinna manna og kvenna enn í dag? Jú, orð Guðs alltaf nýtt þeim sem það les og á hverjum tíma lýsir það okkur í myrkrinu og óvissunni sem lífið oft Það svo margt sem við skiljum ekki fyrr en við göngum í gegnum það og þá lítum við tilbaka og segjum, nú skil ég hvað Jesús átti við. Þannig getur jólasagan fæðingu frelsarans enn kennt okkur stórkostlegar lexíur enn í dag. Því við erum komin enn lengra í heimssögunni og það styttist enn meir í að Kristur fari að koma aftur. Í annað sinn eins og hann lofaði. Þá í skýjum himinsins en ekki sem lítið barn í Betlehem sem óx og dafnaði og varð okkar frelsari. Jú, Kristur lofaði að koma aftur, svo mikið víst. En það ekki víst að allir kristnir menn og konur trúi því enn. Að minnsta kosti gætu margir hafa sofnað og líta núna á söguna fæðingu Jesú sem kannski hjartnæma jólasögu sem gott að ylja sér við. En jólasagan ekki bara lítið ævintýri, heldur stórkostlegasta saga allra tíma sem við ættum alla daga í raun og veru að íhuga, ekki bara jólatíma. Í dag ætla ég að horfa á vissan part af jólasögunni og það sá partur þar sem María og Jósef þurftu að ferðast frá Nasaret til Betlehem og því ber boðskapur minn yfirskriftina, ferðin til Betlehem. Já, ferðin til Betlehem var nefnilega talsverð áskorun. En leiðin frá Nasaret til Betlehem 90 mílur eða 144 kílómetrar og það tekur það bil 1 klukkustund og 45 mínútur að keyra þessa leið í bíl ef umferð ekki mikil. En ef þú ætlar að ganga þessa leið, fara fótgangandi, þá það það bil 27 klukkustundir sem það tekur. Og án efa var leiðin mun erfiðari eða grýttari á tímum Jósef og Maríu. Og þessa leið fóru þau fótgangandi. Margir telja að þau hafi haft asna meðferðis, þar sem það var venjan að nota asna sem burðardýr á ferðalögum. En Biblían segir ekki frá því hvort þau hafi haft asna í þessari ferð, svo við getum jafnvel gert okkur í hugalund að Jósef hafi þurft að bera vistir, þær sem að þau tóku með til ferðarinnar. En segjum sem svo að þau hafi haft asna. Í þá daga var Nasaret lítill bær og vegirnir sem lágu til og frá bænum voru ekki vel þræddir, svo að segja, eins og stærri vegirnir í Rómarveldi. Og það álitið sem svo að það hafi
verið hægt að ferðast fótgangandi 20 mílur á dag undir þessum skilyrðum eða 32 kílómetra daglega. En þar sem María var svo langt komin í þungunarferlinu, þá mætti leiða líkur að því að hún hafi ekki getað ferðast á slíkum hraða. Og því hafa margir álitið sem svo að 10 mílur eða 16 kílómetrar á dag hafi verið nærri lagi þeirri leið sem María hefði getað ferðast daglega. Þess vegna geti ferðalag þeirra hafa tekið 9 til 10 daga aðra leiðina, það er að segja frá Nasaret til Betlehem. Við getum ímyndað okkur að þau hafi þurft að pakka nauðsynjum eins og auka fatnaði og teppum til að geta hvílst og haldi varma á nóttunni. Hver dagur myndi líklega hafa endað í brunn eða uppsprettu, þar sem ferðamenn gætu fengið ferskt vatn, fyllt á vatnsbirgðir sínar og hvílst nótt. Nokkurra daga ferðalag var ekki svo óalgengt á þessum tíma fyrir fólk að fara fótgangandi, en þar sem María var svo nærri fæðingartíma barnsins, þá gætu við velt í fyrir okkur hvort þetta ferðalag var ekki mjög áhættusamt og hvað þá jafnvel mögulegt fyrir Maríu. Þess vegna komum við að spurningunni: af hverju tóku þau sig upp í þetta ferðalag? Svari gæti ekki fengist alveg skýrt, en það virðist sem svo að þau höfðu ekkert annað val. Í Rómarveldi hafi verið gefið út tilskipun að skrásetja skyldi alla heimsbyggðina og allir áttu að fara til sinnar heimabyggðar að láta skrásetja sig. Ferðin var vissulega krefjandi og áhættusöm, en þau urðu að fara hana. Og það einnig svo, vinir, með þetta ferðalag sem við köllum lífið sjálft. Frá fæðingu þá höfum við þurft að takast á þetta ferðalag sem að hefur margar áskoranir og hindranir og jafnvel mikil vonbrigði í för með sér. En áfram skal ferðinni samt heitið. En jafnvel þó svo ferðalag lífsins sé mikil áskorun og oft á tíðum torveld ferð, þá okkur lofað að fara í þessa ferð með hjálp og nærveru frelsara okkar. Þessi frelsari er Jesús Kristur sem hefur lofað að yfirgefa okkur aldrei á leiðinni. Jafnvel þar sem María og Jósef gengu fótgangandi þarna þessa erfiðu torveldu leið til Betlehem, þá var hann þarna með þeim, í maga Maríu. Hversu táknrænt er það? Já, svo nálægur er hann okkur öllum. Filippí bréfið 4:19 segir: En Guð minn mun af auðlegð dýrðar sinnar í Kristi Jesú uppfylla sérhverja þörf yðar. Guði og föður vorum sé dýrðin aldir alda. Amen. Já, vinir, þessi ferð sem kallast lífsins ferð er stundu svo erfið að mörg okkar hafa gefist upp og mörgum langar að gefast upp og segja: nóg er komið. Sársauki og hörmungar lífsins virðast stundum ekki vera þessi virði að lifa fyrir. Sorgin getur náð yfirhöndinni, en á sama tíma þá er okkur lofað nærveru frelsara okkar sem talar til okkar og segir: sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og þegar lífið býður upp á svo margar áskoranir og erfiðar lífsreynslur, þá getur farið svo að mörg okkar horfa einungis á það erfiða, því það er svo yfirþyrmandi. En á sama tíma býður þetta erfiða ferðalag einnig upp á önnur tækifæri sem geta komið frá erfiðleikum. Erfiðleikar geta nefnilega gert okkur nánari Guði, og út frá því að vera honum náin þá koma ávextir skilnings, gleði, kærleika og friðar. Við sjáum í lífi Davíðs konungs að í gegnum erfiðleika hans þá færðist hann nær og nær Guði þrátt fyrir allt. Já, þegar við færumst nær Guði þá streymir kærleikur hans inn í líf okkar og við förum að sjá og skilja að Guð er að kenna okkur og einnig hann er að frelsa okkur. Takmarkið er að við líkjumst frelsara okkar Jesú Kristi í einu og öllu. Kærleikur hans til okkar er svo víður og hár
Hann fæddist í þennan heim til að sigra synd og dauða og með hans fórn biðst okkur að fylgja honum aldir alda og læra af Jesú, svo að við munum umbreytast til líkingar hans. Á meðan við erum hér á jörð í þessu erfiða ferðalagi, þá ber okkur að huga því að við öll erum í þessari ferð. Og við getum gert ferðina mun betri fyrir hvort annað. Það er svo skrítið að þegar við upplifum sjálf erfiðleika, þá biðst okkur að taka inn samúð með þeim sem ef til vill eru skemur komnir á leiðinni en við. Kannski eru þau að fara í gegnum mikinn bratta eða grýttan veg einmitt núna. Kannski fórst þú í gegnum þennan grýtta veg áður og manst hvernig það var að upplifa það. Það er í kærleikanum og skilningi okkar á hvað Guð vill gera í okkur að við sjáum að hinn grýtta leið hefur kennt okkur svo margt. Reyndar hefur hún gjörbreytt mörgum okkar, en vonandi til góðs, vonandi til frelsunar. Já, það eru nefnilega alltaf einhverjir og jafnvel margir sem á leiðinni byrjaði að ásaka Guð og skilja ekki á hverju leiðin er svona grýtt og torveld. Þeir eða þær gefast upp þegar á móti blæs og hafna samfylgd frelsarans og segja, hann hefur aldrei gert neitt fyrir mig. En hann er hérna, einmitt hérna, með þér og með mér, skref fyrir skref. Hann er ekki nema einni bæn í burtu og alltaf tilbúin að gefa þér auka styrk á leiðinni, svo við gætum aftur spurt. Hvers vegna tóku Jósef og María sig upp og fóru þessa löngu grýttu leið þegar María var í svo viðkvæmu ástandi? Og svarið sem við núna fáum gæti verið vegna þess að þau treystu. Þau treystu því að þau myndu ná í höfn, að þau myndu ná leiðarlokum. Því ef þau hefði ekki treyst, þá hefði það ekki náð neinni glóru að leggja upp í slíkt ferðalag. Ég veit ekki hvað þú ert að gangi gegnum í dag, hlustandi góður, en eitt veit ég, að ég og þú höfum í dag sama tækifæri og Jósef og María forðum, að setja allt þitt traust á Jesú Krist, sem er með þér í förinni alla leiðina heim. Hann hefur lofað að yfirgefa þig aldrei og vera með þér alla daga. Þess vegna getur þú treyst ferðalaginu sama hversu erfitt og svart það verður. Og þú átt að segja samferðamönnum þínum hver er með í för. Uppörfa þau aðra og segðu þeim að Jesús er hinn sami aldir alda og veit hvað við förum í gegnum. Í Opinberunarbókinni, 7. kafla, 14. versi til 17, þá segir þetta: Þetta eru þeir sem komnir eru úr þrengingunni miklu og hafa þvegið skikkjur sínar og hvítfáa þær í blóði lambsins. Þess vegna eru þeir frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Og sá sem í hásætinu situr mun tjalda yfir þá. Eigi mun þá framar hungra og eigi heldur framar þyrsta og eigi mun heldur sól brenna þá né nokkur hiti, því að lambið sem er fyrir miðju hásætinu mun vera hirðir þeirra og leiða þá til vatnslinda lífsins og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Já, vinir, þessi orð eru þann tíma þegar þú og ég erum komin heim, þegar ferðalaginu er lokið. Og það segir að Guð mun þerra hvert tár af augum okkar þegar við erum komin heim. Allt sem gerðist hér á jörðu mun verða skoðað og réttlæti Guðs fær að taka yfir. Þú getur treyst barninu, Jesú Kristi, sem fæddist í Betlehem forðum, vegna þess að í dag er hann orðinn konungur konungana. Hann hefur sigrað og hann hefur lofað að sækja sitt fólk enn að nýju. Já, við væntum endurkomu hans. En þar til þá þurfum við að gera líkt það sama og Jósef og María og treysta. Já, treystum Guði. Guð gefi þér gleðileg jól.